Helgi, ég veit ekki svona hvernig þín tilfinning er svona fyrir leikinn og hvernig byrjið. Einhvern veginn fannst mér aldrei vera nægilega trú hjá þínum mönnum. Hver er þín svona upplifun fyrirfram? Mér fannst við koma bara, við vorum með ákveðið varnarplan sem við framkvæmdum alveg herfilega hérna til að byrja með. Við vorum svona bara á hælunum. Náum einhvern veginn að standa það áhlaup á okkur. Þið komum tilbaka og jafnir 15-15. Komum okkur inn í leikinn en við einhvern veginn sogumst aftur í þetta, í svona eitthvað volæði og bara annar leiklutin hérna, bara þú horfir á líkamstjáningu leikmanna, hún var ekki, bara alls ekki mönnum sæmandi. Og hausinn bara farin eða ekki, verður það ekki bara að segja þessu er? Já, allan að, já. En að tuða og svona? Ég upplifði þetta þannig að það voru alls konar afsakanir í boði fyrir henni leik og við svona, mér fannst eins og menn væri bara að hengja sig á það. Það er ástæðar, ég bara upplifði þannig að menn hafa einhvern veginn hengt sig á einhverja afsakanir sem allir í heiminum eru með, það eru allir með afsakanir, það er fyrir einhverju. Og mér líður eins og við höfum svona andlega hengt okkur á það. Trúin virtist fara nokkuð fljótlega og mér fannst dálítið dapurt eins og í öðrum leikluta, Daninn sem er svo sem bara flottur alltaf, hann tekur að mér finnst lélegt skot til einhverju 20 sekúndur eftir. Ég held að reglan væri ef það meira en 24 þá á 2 skotum, hann tekur lélegt skot, engin þörf og móti kemur ásynningsvilla hinum megin og... Já, það sem gerist er að við svona förum úr liðselementinu og verðum meiri einstaklingar og bara allir í liðinu einhvern veginn og það ætluðu allir að bjarga þessu 1, 2 og 10 í staðan fyrir að bara það eru 25 mínútur eftir að leiknum, bara vinnum, við þurfum bara að vera agaðir og halda okkur við okkar. Og bara það voru allir leikmennir tóku þátt í þessu en það er líkamstjáningin sem að pirraði mig mest. Já. En segðu mig svo í hálfleik munar Við erum með stuðningsmennirnir í stúku, bara ógeðslega stolta og bara flotta Grindvíkinga sem vilja, þetta er, eins og margoft er rætt, þetta er þeirra, þetta er Grindavík, og bindur fólk saman og það vil bara sjá, bara eitthvað grunnatriði, skilurðu mig? Já, sem voru ekki. Nei, bara alls ekki. En segðu mig, nú er Kane greinilega meira og minna á öðrum fætunum og var ekki spurning að sleppa honum að láta hann ekki spila í seinni hálfleik til dæmis? Er þetta þannig meiðsli að myndi ekkert verða verri eða? Við mátaðum svo að hann væri bara góð til að spila, hann spilaði og þetta er bara til dæmis bara eina einhverjum afsökunum sem við getum hengt okkur á en hann spilaði leikinn og þetta er ekki, við vorum bara slakir og mér er alveg sama, Kane hefur mistað leikinn okkur á það, stóran leikinn og við komum út bara bandbrjála frá fyrstu mínútu. Svo bara gerist, svo falla hlutirnir bara þeim svo þeir falla. En þú setur því, ef þú spila svona þá ert að stilla þér, ef þú kemur svona út með þessa líkamstjáningu og þessa orkustig þá verður ekki árangurssýtt kvöld. Segðu mig þegar maður spurði það, í upphafi, það var mikið talað um vörnina hjá liðinu og svona þér dálítið kannski svona eignan þú kemur nýrföðins inn í þetta síðan fyrra. En þessi vörn hefur ekkert verið eins undanfæmi, þeir eru búin að vera í ströggli, heppnisleikir, sigrar, það er svona... Bara algjörlega. Og hvernig skýrir það? Akkur sögum við menn? Þú getur verið með hvaða vörn sem er og hvaða varnar útfærslu. En hausinn bara ekki með það? Það þarf allan að til að spila góða vörn, þá þarf bara góða ákefð, góða samstöðu og menn að vera á þeim stöðum sem þeir eiga að vera á og þú verður að geta treyst í að það er einhver að fara að hjálpa þér. Það var ekki þannig og hefur ekki verið og ég var að segja við höfum svona dálítið komist upp með slæmar venjur, slæma ávana eða hvað þú vilt kalla það og við höfum komist upp með það og það En ekki móti Stjörnunni. En það er bara hlutaði sem beit okkur rassinn í kvöld en ekkert, það er ekkert bara það er bara margt annað líka en það er bara okkar að vinna úr þessu. Og kannski bara rétt í lokin að Pavel kemur með þér á bekki, mér finnst þetta flott múv og hvað, hann verður þá alveg áfram? Já, ég, náttúrulega Jói bara tilkynnti mér og liðinu þetta eftir leikinn á móti Skaganum og bara auðvitað, það er hluti sem skipta miklu meira máli heldur en körfubolti
og hann spurði hvort ég bara bað mig að taka þetta og það hérna að sjálfsögðu, bara gerum það sem maður þarf að gera og leysum þetta. Og þú bara hringir í Pavel og kammaklunur? Já, veist, náttúrulega mér finnst bara gott að vera með einhvern makkar sem ég get henda á, hann þekki mig, ég þekki hann, ég veit hvernig hann hugsar og hann, veist, það er bara gott að vera með einhvern sem hann treystir með þér og þótti ekki gengi, ekki því að kenna náttúrulega en Pavel verður bara áfram á meðan Jói er í burtu eða hvað? Hann tekur allan á næsta leik, hann bara steig inn í þetta sem bara vinnur og bara tilbúinn að leggja sitt á vogarskálunar. Og já, við höfum ekkert, þetta verður ekkert rætt, þetta var bara, þurftum bara að leysa þetta og þetta er bara einhvern veginn einn dagur í einu hjá okkur. Ég vil samt með, sko, mér fannst það virðingavert, sérstaklega við fólki sem var í stúkunni, að það var gerð heiðarleg tilraun í seinni hálfleik. Mér fannst það, ég hefði verið allavega, þetta er kannski eitthvað svona, einhver políunni hugsun, mér fannst það allavega sýna fólkinu eitthvað, það er líf í okkur. Akkurat. Takk fyrir spjallið. Takk.